Blóðþrýstingur er í raun þrýstingurinn í æðunum hjá okkur, þrýstingur sem hjartað myndar og slagæðarnar. Þetta er í raun margfeldi af því blóðmagni sem hjartað dælir og blóðmagn á tímaeiningu á móti sinnum viðnám æðana. Blóðþrýstingur er alltaf gefinn upp sem 2 tölur. Við miðum við að blóðþrýstingur sé undir 130/85, þar sé efri mörkin séu 130 og neðri mörkin 85. Ef við erum komin í 140/90 blóðþrýsting, þá erum við komin með það sem við köllum háþrýsting eða of háan blóðþrýsting. Ástæðan fyrir því að fólk fær of háan blóðþrýsting geta verið margar. Hjá sumum er þetta bara arfgengt, en hjá flestum hefur mataræði eða lífshættir eitthvað að gera. Fólk hreyfir sig ekki nóg, borðar ekki nóg hollan mat, reykir, drekkur of mikið. Allir þessir þættir í raun eiga þá á fólk þá hættu að fá of háan blóðþrýsting. Þannig að með því að lifa heilbrigðu lífi, hreyfa sig, borða hollan mat, láta reykingar og svoleiðis eiga sig, þá ætti maður að vera með eins lágan blóðþrýsting og hægt er, en það gæti samt verið að maður sé með full háan blóðþrýsting og gæti þurft að taka lyf eða bregðast eitthvað við því, þó svo maður lifi heilbrigðu lífi, því að sumir erfa bara frá foreldrum sínum að fá svona frekar háan blóðþrýsting.